Rúnar, fengið þetta Víking í 32 liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Hvernig sá drátturinn við þér? Það var mjög fallegur sko. Maður hefði alveg viljað fá einhverja aðra andstæðingar svona snemma á árinu og fyrsti alvöru leikurinn. Vitandi að Víkingur með lang besta liðið á mínu mati í deildinni og verður þá væntanlega sumar með þennan hóp sem þeir eru með, þannig að það verður erfitt en gaman og áhugavert og sem margir hafa sagt í gegnum tíðina þá er alltaf að vinna bikarinn, þá er að vinna alla leikina og einhvers staðar lendur á móti bestu liðanum úr leiðinni, þannig að við verðum bara að vera brattir og hafa trú eins og við höfum haft staðið okkur ágætlega í leikjum gegn Víking undanfarið, þá höfum við ekki unnið á ennþá en þá er kannski einhvern tímann er allt veist. Kannski erfiður drátturinn fínt að fá hann kannski svona viku fyrir bestöldum? Kannski ekki fínt en ég meina maður hefði alveg viljað fá andstæðing á heimavelli sem að kannski væri meiri möguleiki á að vinna en bikarinn er náttúrulega bara alltaf smá sjarmi yfir honum. Við höfum fengið lið úr þriðju deild og annar deild og þetta hefur alltaf verið erfitt og er alltaf erfitt, þannig að sjálfur sér þetta náttúrulega bara úrslitaleikir, allir í bikarnum, annars vinnur það tapar, þetta er áfram og þú veist, skiptir einhver hver andstæðingur er, þetta er alltaf erfið leikir en þetta held ég að það er enginn sem óskir sem þess að mæta Víking í fyrstu umferð, menn vilja komast aðeins lengra og annað að þessu liðum mun bara vera komið í þá stöðu allavega kannski ekki Víkingar sem eru fyrir Evrópukeppni en við ekki, þannig að það er líkt og Káur Valur og Þór FH, ég meina liðið dettur svona snemma út úr bikar bara í byrjun apríl eða í mars í raun þá byrjun apríl er þetta vist að þá bara deildin eftir, þannig að það er einhver stað sem þú vilt ekki vera í, þú vilt fá fleiri leiki, þú vilt hafa bikarinn svona sem er smá karmela stundum að fara lengri og alltaf gaman að keppa í henni en við þurfum bara að gera allt sem við getum til að stríða Víkingum og eina leiðin til að fara áfram er að vinna á. Rúnar, 2 vikur í Bastudeildinni hefist, hvernig er bara svona staðan á hópnum? Staðan er ágætt, það er einhver meiðsli í hópnum og leikmenn svona einhverjir svona að reyna að berjast í tímann. Svo er alltaf í þessum bransa en við erum vel undirbúnir og erum búin að æfa vel og liðir í fínu standi, þannig að við erum bara brattir og ánægðir með leikmannahópinn okkar og ánægðir með þá leikmann sem við fengið inn og hópurinn er mjög þéttur og góður. Fengið Atla Þór Jónasson og láni frá Víkingi, hvernig er bara svona staðan á honum? Það var auðvitað að glíma við einhver meiðsli? Já, það er svona dróst aðeins að fá hann yfir til okkar þar sem við vildum vera algjörlega vissir bæði við og Víkingar að hann væri klár og tilbúinn að æfa og spila og hann er það núna, hefur æft vel með okkur núna síðan hann kom síðustu 2 vikurnar. Við fórum einhverju æfingarferð síðustu viku og hann er búinn að æfa vel og er að komast í toppstand en hann á eitthvað smá inni í að komast í sitt besta en búinn að vera meiddur í töluvert langan tíma en hann verður örugglega klár þegar mótið hefst. Hann má væntanlega ekki spila á móti Víkingum eða eitthvað? Nei, hann má það ekki. Hvernig er Ægir Jarl? Staðan á honum bara staðan er svo að við erum að vinna í því að semja við danska liðans. Það hefur verið kannski eins og er í þessum bransa, það þarf 2 til, það þarf að báðir vera samþykkir og við erum að finna lausnir með þeim og við erum svona bjartsýnir á það núna að það geti gengið upp og hann komi áður en að mótið hefst en hann er vissulega tæpur á meiðslum eins og staðan í dag og okkur að 10 daga í það að vera heill og þannig að við erum að sjá til, hann verður ekki klár í fyrsta leik fyrir. Ekki klár í fyrsta leik, segir þú? Já, ekki vonandi því. En er þetta eitthvað mál sem mun skýrast bara á næstu dögum þá eða eitthvað? Já, vonandi skýrist þetta bara næstu viku. Lok þessar að það byrja næstu. Takk hérlega, Rúnar.